Já, herðu, við ætlum núna að tala stjórnmál, þingið er farið heim, en þetta búið að vera svolítið sérstakt ár, þetta er náttúrulega fyrstu skref nýrra ríkisstjórnar og það var mikill hiti í þinginu og stjórnarandstaðan svolítið að þrefa fyrir sér og kannski ríkisstjórnarflokkarnir líka. Þannig að við ætlum aðeins að reyna að taka púlsinn á stjórnmálum á miðju sumri, á miðju heitu sumri og Eiríkur Bergmann, prófessor Bifröst er hér. Þetta það reynir svolítið á stjórnmálaflokkana. Bæði stjórnmálaflokkana. Já. Það reynir mikið á samfylkingu Kristrúnar Frostadóttur. Kannski viðreisn Katrínar, Þorgerðar Katrínar. Og ekki síður flokk fólksins Ingu Sæland. Nei. En síðan hinum megin að þá eru flokkar í stjórnarandstöðu, Framsókn, sem að þarf að feta sig svolítið eftir því og Sjálfstæðisflokkur sem ekki er vanur í að vera í stjórnarandstöðu. Það er helst að miðflokkurinn. Hann er eins og hann var. Það ekki? Jú, það er stuð á Sigmundi allavega. Já, og Bergþóri. Og Bergþóri, já. Þetta er, miðflokkurinn held ég með nokkuð svona skýra sín og skýra stöðu, Og náttúrulega þessu Evrópusambandsmáli núna stökkvað er á alla anga þess máls alveg. Sama hversu veigamiklir eða smávægilegir þeir nú kunna vera, Að fara þar eftir því öll. Jú, ég meina, þú veist, skrítin, sumt skrítin þingvetur, þetta kosningar, haust og ríkisstjórn sem kemur í byrjun árs og stutt þing og sem endar í þessu átökum. Þannig að þetta er nú svona, hvað eru komið fram miðjan júlí og það er á nú alltaf liggja í láginni núna, en það er alltaf gírast upp í einhver mögnuð átök. Það finnur það alveg, Við tölum það áðan að stjórnarandstaðan væri svolítið í ham sem að kannski má kenna við Davíð Oddsson, ráðleggingar hans, eftir reynsluna að vera í stjórnarandstöðu 78 til 82 í Reykjavíkurborg, vera bara móti öllu. Draga úr trúverðurleika stjórnvalda með öllum tiltakum ráðum. Já, svo er það nú spurning, hvað aðferðir sem að dugðu í því þjóðfélagi sem þá var, hversu langt það er ná í samtímanum. Það er ekkert augljóst að það sé endilega það sama sem gangi eftir núna. Stjórnarandstaðan hefur verið að reyna að ná einhverjum tökum á stjórninni og það hefur ekkert gengið neitt sérstaklega vel og það gekk bara alls ekkert í þessu veiðigjaldamáli, Og það var ekki máls, held ég, þar sem að stjórnarandstaðan getur náð einhverju sterkum tökum á stjórninni. Það er miklu frekar Evrópusambandsmálið og svona einhver átakamál sem framundan eru, sem eru nú kannski meiri möguleikar hvað það varðar, þannig að þetta svakalega málþóf að það skilaði ekki miklu, Mennur í fylgi? Í fylgi, já. Eða í stuðningi? Já. Eða bara svona í þessari leit eftir í glímunni, að ná einhverjum tökum í glímunni, þetta skilaði ekki miklu í því, En maður heyrið á talsmátunum að þetta meira og minna snýst það að reyna að finna einhverja veikleika hjá ríkisstjórninu og pota í þá. Já. Það núna maður í dag svona flokkur fólksins hafi ekki fengið sín mál fram, hjá einhverjum, sem að sömuleyti er rétt, en í munni stjórnarandstöðu þeir gráta það ekkert að flokkur fólksins hafi ekki fengið sínu fram, að þeir voru á móti flestum af málunum. Þá þeir að orða þetta í vonum að eitthvað bakland í flokki fólksins verði óanægt og það grafi undan stjórninni. Það er svona verið að reyna að svona sundra samstöðu ríkisstjórnarflokkarna með því að benda á kannski svona rýra uppskeru flokks fólksins á þessum vetrum. Skattahækkanir, það er ætlað fyrir bakland Viðreisnar. Einhver svona undir lokin í þinginu að þá var það að Kristrún Frostadóttir væri bara ekki leiðtogi. Heldur væri hún svona kláraða stelpan í skólanum sem alltaf fekk A, en væri ekki góð í mannlegum samskiptum og gæti bara ekki lokað samningunum í lokin.
Það var eitt sem var sett. Það er sett alls konar hlutir í gang. Það allt sett út, sko. En þetta er ekkert að þessu pólitík. Nei, ekkert að þessu pólitík og ekkert að þessu enn sem komið hefur bitið neitt að ráði. Það er kannski hægt að búa til eitthvað óróa í baklandi, sko, Flokks fólksins. Ég hugsa að það gæti kannski verið, svona vænlegasta leiðin að reyna að búa til óánægju þar. Og þá er markmiðið það að gera ríkisstjórnina veika. Já, búa til misklíð innan ríkisstjórnar. Það er leiðin. Að reyna að kljúfa kljúfa Flokk fólksins svona aðeins frá hinum með því að segja að þau eru nú ekki góð við ykkur, sko. Og við erum á leiðin inn í Evrópusambandið og sem þið viljið ekki fara. Og það er ekki ykkar mál og svona. En núna það þarf líka að koma í ljós kannski hvað þeim tekst upp með þetta strandveiðimál, sko. Í haust. Það er nú eiginlega heilt ár sem hafa til þess að ganga frá því. Það byrjar ekki næsta vertið fyrir 1. maí. En sko ég held að bara málið er að ef að þetta vor og sumar gefur eitthvað tón fyrir næsta vetur, þá er þingið bara að fara í beinátök og spursmálið er þá hvernig ætla stjórna meirihlutin að sko fóta sig í því umhverfi. Ætla menn að fara að taka hér upp takmarkaða umræðu sem bara aðferð sem er sett fyrirfram, það er hægt að gera það. Eins og sumstaðar er gert, það er bara ákveðið fyrirfram að við ætlum að taka 6 klukkutíma í umræðina þessa tillögu. Og íslensk þingsköp heimila þetta. Það hefur bara ekki verið vaninn að gera það. Það hefur verið gert áður. Það hefur verið gert að einhverju leyti, en sko það eru þarna breytingin á þingskapalögunum 2007 og er það ekki svo aftur, ég man það ekki hvort það er 2012 eða eitthvað. Ég held að það ekki 2009 sem þessu var breytt sem að málþófið byggði í lág. Það er 2007. Að þeir ætluðu að setja reglu til þess að koma í veg fyrir málþóf en opnuðu fyrir þetta. Já, það er allavega að samanlögðu þessar breytingar sem urðu þarna 2007-12 að þá sem sagt er málþóf bara heimilað og gert alveg ofboðslega auðvelt. Það er svona áreynslu lítið fyrir sko einhverja þingflokksformenn að stilla upp dagskrá bara í Excel-skjali og 2-3 þingmenn bara í einu í þingsal geta haldið úti umræðinu gangandi bara endalaust. Ef við bara skrúum þetta allt upp í svona ýktustu mögulegu leið, þá getur runni stjórnarandstaða bara stífla þingið bara með allt. Það bara fer ekkert í gegn. Það hefur aldrei verið gert áður og þetta mál þó núna, þannig tekið þetta mál og stífla þau öll önnur mál, en það var ekki fyrir undir lok þingsins sem að þetta gerist. En það er líka, ef menn ætla sér að fara í svona leiðangur á að gera þetta strax, en þá er svar meiri hluta Alþingis að takmarka umræðuna fyrirfram. En ef það er ekki sátt á milli stjórnar og svo þessu, að þá ef að stjórnin ætlar að gera þetta, þá þarf hún að takmarka ræðutíma í öllum málum. Í öllum málum, já. Þá verður það orðið þannig. Þá er það sem gerist. Og þá ertu komið grundvallarbreytingu í pólitískri menningu þjóðarinnar. Bara svona þá er bara pólitísk menning umturnast í landinu ef þetta gerist. Það á ekki bara við ræðuhöldin en það kannski það sem að myndi gerast og að sumuleyti sé maður ýmis merkið þess núna hvernig fólk talar andstæðinga sinni í pólitík. Það fer að minna mann á hvernig það er víða erlendis. Það sem að þeir sem eru ekki minnar skoðunar eru bara svíkarar, eru vittlausir eða eins og Jón Pétur Símsen var að segja bara einhverju karakterbrestir sem að væru á þeim sem væru pólitískir andstæðingar. Að við höfum séð stjórnmálamenningu í öðru löndum klofnar algjörlega svona. Þetta er svona óvinavæðing andstæðingarna. Það er þegar að þú breytir andstæðingnum þínum í svona einhvern jafningja sem þú ert að takast á við á einhverjum svona sameiginlegum vettvangi og gerir hann retorist að óvinni. Og óvinnur er einhver sem þú þarft að bara ráða niðurlögum við með öllum tiltækum ráðum. Þá eru almennar leikreglur eins og eiga bara við á fótboltavelli þar sem hún mætir andstæðingi eða þingsal eða eitthvað stærra sem við höfum
komið okkur saman sameiginlegar reglur, þá eru þær bara farnar og þú mætir honum eins og þú myndir mæta óvinaher. En ekki margt sem bendir fyrir þess að við séum á leiðinni þangað? Jú, við erum á leiðinni í þess átt, það óvinavæðing í stjórnmálunum. Og heyrir þetta á miðflokknum sem er mjög sterkur svikarar og hluti af Sjálfstæðisflokknum tekur undir þetta? Já, það er þetta búa til svikar og andstæðingum sínum. Ætla að selja auðlindirna til Evrópu er eitt sem er handið fram? Já, þá erum við ekki tveir einstaklingar sem tökumst á sjónamið og hugsjónir og stefnu og leiðir og aðferðir heldur erum við farin að að berjast og það er það sem er svolítið mikið að gerast og hefur verið að gerast í stjórnmálum. Þetta er partur af skautunin í samfélaginu þar sem við hólfaskiptum fólki með þessum hætti, okkur sem að tilheyrir svona okkar hópi og við viljum vernda og svo hinna sem að okkur stæðjar ógnað og við þurfum að verjast og svo er þetta eitur í samfélaginu þegar að síðan er stöðugt verið að benda á innri svikara sem er einhvern veginn í liði með óvinnunum og þá þarf að fara að uppræta svikaranna og þetta er eiginlega svona hættulegasta þróunin í stjórnmála menningu þegar þetta byrjar að gerast í of miklu mæli. Við sjáum þetta í Bandaríkjunum, við sjáum þetta bara út allt En við munum eftir þessu úr ríkisstjórn Sigmundar Davíðs og Bjarna 2013 til 16 að þá var það í orðræðu Sigmundar að þá voru þeir sem að voru andstæðingar hans voru oft í vinnu fyrir slitastjórnir bankana. Útsendarar. Hann hélt í fram með allir sem andmælt honum. Hinna illu afla. Já. Ég meina algjörlega, það má alveg finna dæmi þessa tegund orðræðu sem hefur grafið sig víða hjá okkur. Ég meina, ég ætla svo sem ekkert endilega að taka Sigmund út en það er alveg hægt að finna dæmi hjá honum eins og mörgum öðrum. Já. Þetta var mjög áberandi honum sem er svona klassíst að raunverulegt að vinna eftir handbendi erlendra afla og þar alveg landráðamaður. Já. Það lá í hlutarins eðli. Annað sem að talandi svona það er orðræða sem ég veit ekki sem að stundu fer inn á þing sem er það að það sé haldi frá okkur raunverulegri stöðu í svokölluðum útlendingamálum. Já. Að hún sé miklu verri heldur en að við heyrum af. Þessi umræða kemur inn á þing og þá er þetta orðið einhverjum samsæri lögreglunar og landamæravarða og skólafólks og guð má vita hverju ekki sem er að þagga niður og þegja eitthvað ástand. Ég sá að blaðamaður á Morgunblaðinu sem var að halda því fram að það væri ekki fjallað það en það var einhverju palestínumenn sem hafa búin að taka yfir fæðingadeildina þannig að það væri fjallað það. Þannig að svona fréttir fara mikið í gang og einhver leyti þá er eins og okkar stjórnmála menning sé svolítið á leiðinni á svona svæði sem að þú erum fyrir að heimsaka. Jú, heldur betur maður er nú búin að sjá þetta koma yfir eitthvað tíma og þetta er alltaf leiðinni hingað. Allar rannsóknir, og ég hef nú þekkið þær nú ágætlega, á stöðu innflytjendamála í löndunum í kringum okkur benda til þess að umræðan sé nú ekki traustu grundvöllur endilega undir henni allir saman og nú ætla ég svo sem ekkert að skipta mér að því hvað fólki á að finnast hvort að það séu of margir aðkomumenn eða fáir eða er komið frá vitlausu stöðum eða sé eitthvað röng samsetning, það getur bara hver sem er haft hvaða afstöðu til þess að við gerum nægt til þess að taka mótið þeim. Já, án þess að það ká eitthvað upp á mig en hins vegar er ofboðsleg skekkja í allri umræðu. Það er miklu meiri eftirspurn eftir því í fjölmiðlum til dæmis ef að útlendingar fremja afbrot heldur en ef að heimafólk gerir það. Þetta bara sýna allar rannsóknir er miklu meiri umfjöllun slíkt. Slíki glæpir eru þeir eru málaðir í miklu verra ljósi heldur en þegar innflytjendur gera þetta. Það er alið og ótta og það er miklu meiri ótti í kringum slíka afbrot og afbrotafræðingarnir hafa bara
sýnt fram á það að aðkomu fólk fremur ekkert meiri glæpi heldur en sko annað fólk í samfélaginu, þó svo að þú getur auðvitað alltaf fundið einhverja vasa, einhver tilvik þar sem að tíðnin verður meiri. Yfirleitt það nú bara þannig að sko fangelsin eru full af fátæku fólki. Innflytjendur eru yfirleitt í fátækustu svona meðal þeirra fátækustu í hverju samfélagi. Þannig að þú getur alltaf fundið einhverja úr einhverjum hverfum sem eru svona yfirrepresenteraðir, en þá eru þeir það yfirleitt aldrei einhverju sko umfram innfæddara í svipari stöðu eða neitt slíkt. Þannig að allt þetta gefur falska mynd og það óbúslega fölsk mynd af þess. Við til dæmis sjáum það að í skoðanakönnunum sem eru gerðar, þar sem spurt hvað fólk telur sko hlutfall innflytjenda vera í samfélaginu sínu, þá ofmetur þá tölu alveg ofboðslega. Út af fréttaflutningi. Út af fréttaflutningurinn býr til tilfinningu að þetta sé miklu meira vandamál, vegna þess að vandamálið blásið upp þegar kemur þessar kannanir hafa sýnt að við ofmetum fjöldan svona þrefalt almennt á Vesturlöndum. Þetta liggur bara nokkuð ljóst fyrir. Þó þetta séu falska myndir, þá þetta raunverulegar myndir. Margt af því eru þetta raunverulegt, það bara sko ýkt, það blásið upp og það magnað upp, en það ekki þar með að það sé engin vandamál til að takast á. En svo þetta líka byggt á einhverjum svona ótta eða fólki við þá sem eru öðruvísi og annað slíkt. Ef ég má taka svona dæmi að þegar nýju geðlyfin komið fram, svona 58 til 62, að þá opnuð geðveikrahælina sem fólk hafði bara verið tekið og látið deyja í vanrækslu upp til sveita á hælum. Og það fólk kom út í samfélagið. Og þá kemur fólk inn í samfélagið sem áður hafði verið bara tekið þær í burtu. Og verður svona ótti við þetta fólk. Og ég held að Psycho, myndin hans Hitchcock, segir svona dæmi það sem kemur hugmyndin það að þetta sé hættulegt fólk. Og nú getum við verið með eitthvað frá Geðhjálp sem að segja nákvæmlega sem mást að segja áðan. Allar rannsóknir sýna það að fólk með geðraskanir ekki líklegri til að fremja afbrot, ekki alvarlega afbrot, heldur en annað fólk. En samt þetta 60-70 árum seinna ennþá sko ríkjandi trú og talandi sko fréttaflutning að þegar einhver sem á við geðraskanir að glíma, kannski einhver sem fékk ekki aðstóð fremur alvarlegan glæp, að þá miklu meira fjallað þessar fréttir og í lengra máli og lengri eftirmál heldur en ef að ógeðfallaði maður fremur. Og ég meina þetta hangir auðvitað allt saman við samfélagi, sko, þið fjölmiðlamenn hafið útskýrt það fyrir mér margoft, sko, að fréttir eru ekki eitthvað sem gerist í einhverju tímar og sko tómarúmið, þetta heldur ekki eitthvað sem að bara sko, fjölmiðlamaðurinn einn og sér ákveður að sér finnist vera áhugavert fyrir samfélagið og eitthvað, sem sagt, fréttir eru bara það sem fólk vill lesa. Ég meina, þetta bara eins og hverjunur framleiðsla af þessu leitinu til og ef að fólk vill lesa það að innflytjendur fremji afbrot og það augljós eftirspurn eftir því, þá eru skrifaðar fleiri fréttir það. En þá myndi maður ætla að vera hlutverk stjórnvalda að stíga inn sem að mér finnst alltaf svolítið vantað upp á hér, að ef það er komið þannig að það eru menn í sérmerktum peysum í bæ eins og brúnstakkar, þá erum við náttúrulega komið með ástandið á okkur mjög alvarlega stað, þar sem að viðbröðin við þessum fréttum eða þessari umræðu sem þú ert að lýsa orðið sjálfstætt vandamál. Já, út af því að þegar þú býr til þegar þú elur ótta í samfélagi, að þá leiðir það auðvitað til viðbröða. Þetta við höfum síðan alltaf alveg stöðut óttaprangi í gangi í þjóðfélaginu í garð aðkomu fólks og margs annars reyndar en svona sérilagi í garð aðkomu fólks og það að fólk taki síðan einhvern veginn sko lögin í eigin hendur og ætla að fara að takast á við þetta vandamál fylgifiskur slíks og þetta hefur séð í löndunum í kringum okkur bara mjög víða að svona þjóðernisbullur hafa verið að láta til sín taka
hermenn Óðins í Finnlandi, samsvarandi hreyfingar víða á Norðurlöndunum. Það voru óeirðir í Bretlandi, ég man ekki hvað var, núna með helgina, það sem var búið að umkringja eitthvað hótel, það sem átti að vera eitthvað innflytjendur, dauðadrukknir englendingar á laugardagskvöldi. Já, og þetta sko svona orðræða magnar upp allt slíkt og mannskepnan í hóp og sem að breytist í múg kannski eitthvað það hættulegasta sem við sjáum í þjóðfélögum. Þetta var að ganga yfir Spán núna fyrir rúmri viku? Já, ég þekki nákvæmlega til á Spáni, ég held svolítið til þar og mér hefur þetta fundist áhugavert með Spán að þrátt fyrir að þú geti fundið alls konar svona dæmi að þá þetta nú kannski svona útverður hins frjálslinda manns Spát sko. Og þar til dæmis það ægir saman fólki af öllum uppruna og hvaðana af úr heiminn náttúrulega gríðarlega margt fólk frá Rómönsku Ameríku og bara hvaðana af og maður sér ekki að þetta sé mikið vandamál í spænsku samfélagi. Það ekki mikið svona árekstra og átök á Spáni milli innfæddra og aðkomi fólks og spænska ríkisstjórnin eiginlega svo eina sem ekki stöðugt að tala að herða eitthvað tök á landamærum. Þó hún hafi vissulega gert það mjög miklu leyti út í þessari flóttamannakrísu sko. Maður hefur nú orðið var við það líka bara sjálfur að það miklu meiri svona gæsla á hafinu til dæmis sko heldur en var hér í eina tíð. En þá sko þá finnst mér einmitt Spánn vera mjög gott dæmi svona ákveðna farsæld í þessum efnum. Það nefnilega hugtak sem heitir aporofóbía sem var búið til af spænskum félagsfræðing sem byggði einmitt á þessu svona að segja. Sem sagði að við á Spáni við bara könnumst ekki við andúð á útlendingum. Því það bara passar ekki við hvernig samfélagið samsett og það bara ekki merki það. En hins vegar þessi andúð á flóttafólki. Og þá var búið til þetta hugtak aporofóbía sem eiginlega fæð á bjargarlausu fólki. Að það breytir öllu að hvort að þetta getur verið innflytjandi sem að spila með Barcelona eða múrarinn í hverfinu eða hvað sem og það bara truflar engan á Spáni. En þegar það kemur að það bjargarlaust fólk sem að kemur, flóttafólk á bátum, að þá brýst út þessi andúð. Þessi félagsfræðingur var að reyna að skilja það af hverju við Spánverjar með þessa andúð gagnvart þessu fólki. Þegar það eiginlega engin hefð fyrir útlendingaandúð. Nei, það engin hefð fyrir útlendingaandúð á Spáni og fólk bara þú getur mætt til Spánar og gengið inn í samfélagið bara tekið opnum örmum og ég ekki bara að tala sem einhver hvítur miðaldra kall sem allar gáttir ljúkast upp fyrir sko en þetta alveg rétt, það þessi andúð auðvitað þarna til staðar sko og þetta alveg mjög áhugaverð spurning hjá þessum félagsfræðingi af hverju þetta svona sko en þetta einmitt ekki svona einhver almenn xenofóbía sko, eins og við bara þekkjum mjög víða í Norður-Evrópu og út alla Evrópu og ég til dæmis á Ítalíu sem að mörgu leyti svona samanburðarhæft land við Spán, þá þessi skýri munur á Ítalíu og Spáni sko. Þannig þetta ekki mitt útlendinga andúð sko í sjálfu sér, þetta ekki svona þjóðernislegt. Eins og víða norðar. Þannig að þessar óeirðir, þetta var næst óeirðir sem voru á Spáni, að þær ekki eins og maður gæti séð að verða á Ítalíu eða í bæ. Já, sko, það náttúrulega, það hefur nú verið stutt í fasismann, sko, á Spáni og maður hefur alveg tekið eftir því að það undir finnur frjálslinda yfirborði nú, sko, hinn styrka svona hönd sko og sem alveg tilbúin að kreppa nefan ef til þess kemur hann, ég ætla nú kannski ekki fullir að neitt. En bara Evrópa og vestræni heimur bara tilbúin fyrir valdboð. Það bara, þetta búið að vera að gerast núna yfir einhver 20 ár allavega frá því að ég hef byrjað að sjá merki þessara þróunar og þetta bara sko bara Europe is ripe for a dictator sko, þetta bara einhvern veginn sko, það einhvern veginn
Og leiðin til valda fyrir slíka menn og slíka flokka að skilgreina stjórnleysi. Já. Það stjórnleysi á landamærunum, það stjórnleysi niður í bæ, það stjórnleysi í leigubílakstri og nú verðum við að grípa inn í óttaprangið. Já. Og það ef Evrópa tilbúin, þá hljómar svolítið bara eins og Íslendingar séu bara undirbúið sig undir þetta. Ég meina, þú sérð bara veröldina, það allir að gíra sig upp í átök. Þú veist, aftur það Spánn, sko, eina landi sem að fór eitthvað að setja spurningamerki við það, viljum við að Þýskaland fari að sko verja 5% af landsframleiðslu í sko vopnauppbyggingu. Er það akkurat það sem við viljum? Þú veist, það fór nú ekki svo vel seinast þegar Þýskaland hervætti, sko. NATO var stofnað til að hætta Rússunum úti, Bandaríkjunum inni og Þjóðverjum niður. Já, nákvæmlega, það var gamla mantran, en núna stendur þetta upp úr sko öllum, að það sé bráðnauðsynlegt að herfaðast upp úr öllu valdi og það ekki marga gagnrýnisraddir það. Það bara svona spurning hversu hratt hægt að gera þetta og sko á hvaða svona svið samfélagsins þetta ganga til þess að flýta fyrir því. Þetta umræðan og það eiginlega engin umræða að þetta sé ekki rétt. Það bara spátt sem svona eitthvað fyrir geðu. Þetta nú kannski svona eitthvað sem þetta bara aðeins betur, sko. Og það náttúrulega ansi magnað, sko. Þú átt að við að þetta sé næstu svona eitthvað menningarlegt ástand. Ég velti fyrir mér eins og til dæmis með Donald Trump að ég veit ekki hvort að sko stjórnmálastefna hans ef einhver getur ráði hver hún hafi áhrif. Heldur það eiginlega frekar svona taktarnir hans og hvernig hann talar andstæðingan og fleira sem hefur áhrif út allt. Að menn taka upp þessa svona einmitt óvinnavæðingu andstæðingana. Tala fyrirlitningu innflytjendur sem glæpamenn og nauðgara Þetta bara niðurbrotin af faglegu ferla. Þú veist, þetta til dæmis bara öll þessi vantrú á sko fagmennsku sérfræði að það sé sko hægt að gera hlutina vel og þetta gera þá illa. Það hægt að gera á réttum hætti og hægt að gera á með röngum hætti. Allt þetta einhvern veginn farið og hugmyndin bara að bara framfylgja mínu vilja málið og þá fer allt hitt. Þetta bara andstaðan við frjálslynt lýðræði sem að hefur verið að rísa gegnum nokkra bylgjur yfir núna nokkra áratugi og það bara smám saman brotnar upp kerfið, sko. Og Donald Trump auðvitað bara birtingamynd á því langvarandi niðurbrot og í Bandaríkjunum. Þá getur við bara rakið Donald Trump til uppruna hans til 1972. Þegar að sko verður þetta bandalag kristilega hluta demokrataflokksins úr Suðurríkjunum þegar þeir fara yfir í republikanana og svona neokon hugmyndin fer að verða til. Þá verður þessi óvinnavæðing og það sem sagt vantrúin á hinu faglega fyrir að byrja að grafa sig og það tekur langa tíma fyrir hann að ná svona upp á yfirborð stjórnmálana. Og svo getum við bara rekið þessa þróun. Þú veist, við fáum Bush, við fáum Tebos-hreyfinguna og allt sko mýlur þetta einhvern veginn í sundur kerfin sem auðvitað líka byggjast upp samhliða. Þetta er svona vogast á þar til að brautin orðin greið fyrir mann eins og Donald Trump. Já, og þá erum við komið með mann sem að rekur hefur valdið þess að láta reka trúðin sem að gera grín á honum eins og á við Colbert sem að var rekin frá CBS því að Paramount þarf að standa í einhverjum sameiningu við annað fyrirtæki og Colbert benti á að þeir hefur borgað honum mútur með því að borga honum $13 milljónir í tilhæfulausum ásökunum. Það er svona allt skrítið sem að gerast í Bandaríkjunum sem að enginn hefði trúað bara fyrir halva ári að væri möguleiki. Nei,
En þegar þú ferð og skoðar aðeins þróunina, og ég ætla ekki að láta detti í huga að segja eitthvað að það hefði verið hægt að sjá þetta allt fyrir, en það hægt að rekja þetta svona aðeins tilbaka og sjá merkin svona eftir á að hyggja. Maður sá að eitthvað var að gerast, en hvernig það síðan spilast út með Donald Trump allt annað, og það náttúrulega bara svona allsherja niðurbrot á öllum normum. Og Bandaríkin eru líka sérstakt stjórnkerfi að því leiti að bandarískt stjórnkerfi ekki til útflutnings, það byggir bara svo mikið á normum, og það sem sagt ástæðan fyrir því að það hefur virkað að í Bandaríkjunum hafa stjórnmála lífið hvar svo sem menn standa sameinast þessi gildi. Upphafningin á stjórnarskránni og fánanum, og þessu hefur fyllt ákveðin svona menning, hvernig umgengst valdið, hvað þú leyfir þér að gera og hvar þú svona stoppar. Svo kemur bara maður sem hendur þessu öll út. Og þetta var náttúrulega farið að brotna í þinginu bara á tíundarótunum. En þá það líka bara hreinlega kerfið sjálft sem skiptir máli. Þú veist, og það ágætið samanburður við Bretland. Þegar Liz Truss kemur til valda, og má segja hún hafi farið fram með svona svipuðum hætti sumt, og Donald Trump sérstaklega svona varðandi margt í efnahagslífinu og svona, og fer í afregluvæðingu og svona brjóta niður kerfið, að þá eru ofboðslega margir instansar í bresku stjórnkerfi sem bara stoppar hann af. Og fyrst það bara flokkurinn sjálfur. Hann hefur tæki til þess að stöðva hana og bara skipta henni út. Þingið getur stöðvað hana. Dómstólarnir geta stöðvað skuldabréfamarkaðurinn. Já, það gerist með skuldabréfamarkaðurinn nákvæmlega svo gerir Bandaríkjunum. En í Bandaríkjunum ekkert svoleiðis. Bandaríkjamenn sögðu að kerfið að byggðist upp á gagnkvæmu aðhaldi valdháttana, checks and balances, en það gerir ekki. Því að ef einn maður nær tökunum, þá nær hann öllu kerfinu undir sig, sem hönnunargalli á stjórnkerfi, og það niðurbrot normana sem í rauninni kannski stóra málið, og það líka þessi við erum að sjá koma hingað. Það niðurbrot á normum. Eins og hvaða dæmi eru hér? Ég ætla að fara að segja að það ekki alveg þannig við höfum þessi dæmi hér. Nei, þegar við hefum ekki séð þau, en það til dæmis bara þetta sem við ræddum áðan óvinavæðinguna. Já, það stjórnmálakúltúrinu komin og hvernig menn tala hvorum annan. En það ekki hægt að ennþá að merkja þessa grunnþættir samfélagsins. Nei, það var ekki það sem ég var að segja. Ég er að segja það er kannski minna hlustað á ykkur í háskólanum núna. Það ekki hlustað á okkur. Það ekki hlustað á okkur. Af því að ég dregi bara upp eitthvað lestabréf úr dönsku blaði og það ekki jafngilt og ekki þínar rannsóknir. Sem sagt við erum í ástandi þar sem að þekking þín bara jafngild og skoðun mín, skilurðu. Jafnvel þó svo að þú hafir kynntir málið yfir langa tíð og nærð einhverjum tökum á samanlegri þekkingu mannkyns á sviðinu, og þá finnst mér bara eitthvað það, og þá þetta tvennt jafngild. Orðið eins og í Bandaríkjunum það sem litið svo á að starf háskólanna raunverulega bara skoðanir þessa fólks og eiginlega framvarðarsveitir tiltekinna stjórnmálastefnu sem andstæðingar okkar. Og þannig náttúrulega verið að byrja í Bandaríkjunum náttúrulega bara fyrir að fara á eftir háskólanum. Það verið að brjóta þá bara kerfisbundi niður. Og það náttúrulega alveg rosalegt. Við erum ekki að sjá neitt í þessar líkingu við þetta hérna. En það sem ég á við með normin hins vegar, það einmitt það sem að snýr að stjórnmála menningunni, hvernig við umgöngumst andstæðinga. Þú þekkir það jafnvel og ég, að í lýsingum á stjórnmálalífinu í gamla dagi, ævisögum stjórnmálafóringja á 20. öldinni, að þá lýsa menn ákveðinni svona veigra með að nota orðið svo heiðursmannasamkomulega því að það er svo hátíðlegt, en þú veist, einhver svona samskilningur á vettvanginum á því sem við erum að gera, og þú lyftir þér svona aðeins upp yfir átökin.
getur tekist á og menn menn skilmast en svo sest niður og En stundum brast þetta nú. Þetta hefur oft svona brostið, en þetta hefur aldrei farið. Uppgjör á gjaldþroti Kveldúls, þótti pólitísk aðgerð og þar var dregið fram á sem að var, voru hatramir andstæðingar, Ólafur Thors og Héðinn Valdimarsson. Og svo í kringum Jónas frá Hriflu aftur einu sinni. En svo segja sumir að svoleiðis stjórnmálamenning sé bara, þetta sé bara dæmi samkrull valda stéttarinnar sem að rotti sér saman gegn almenningi, Þannig að það nú hægt að sjá þessa hluti með ýmsum hætti, held ég. Þannig var allavega Héðinn gagnrýni hans á að það var ekki farið með Kveldúl í gjaldþrot. Að það var það var svona raunveruleg pólitík þar á baki en það var eins og útlitið á þeim deilum var óvinni. Já, ég meina við eigum líka svona sögu í fortíðinni. Það voru tímar í íslenskri stjórnmálasögu þar sem að orðræðan var miklu árásargjarnari og miklu harðari heldur en hún var síðan til skamms tíma í þjóðfélaginu Þannig að það nú svona, ýmislegt að sjá. Herðu, við sáum ýmismerki þess að væri ekki samkomulag það hvernig við ættum að setja lög. Já. Það brast ykkur leyti í sumar. Í sumar með beitingu 71. grein. Nei, ég myndi segja bara með málþófinu. Já, með málþófinu. Sem fór út yfir allan þjóðabálk. Já, það alveg rétt. Það fór þetta langt út yfir svona eðlileg mörk. Já, þess að stjórnarandstaðan tók sér neitunarvald í þessu máli og reyndar öðrum. Þú nefndir áðan að stjórnarandstaðan gæti tekið upp á því að vera bara með málþóf í öllum málum. Já, það eitt viðbragði við 71. grein. Það var sömuleiðis merki það. Ég veit að stjórnarandstaðan hafnar því alveg að þeir hafi verið með málþóf eftir 4 tíma umræðu strandveiðafrumvarpið. En það voru allir sem hlustuðu á það að þetta voru bara sama málþófið og var í hinum málinu. Þannig ég held að stjórnarandstaðan hafi verið alveg tilbúin að fara í málþóf út af strandveiðafrumvarpinu, út af veiðigjöldunum, út af bókun 35 og líklega fleiri málum. Þannig að þingið hefði ekki náðst að klárast eða væri tilbúinir að halda því áfram þangað til að næsta þing ætti að byrja. Ef að þetta fer með þeim hætti í haus sem ég alls ekki að spá en það gæti gerst, það ekkert fráleitt. Þannig ef það gerist, þá það akkurat dæmi þetta niðurbrot norma sem ég var að nefna áðan. Að svona hafa menn ekki umgengist þingið. Menn hafa ekki beitt klækjabröðum og nýtt alla mögulegar leiðir fram hjá henni almennu stjórnmálamenningu sem að hefur fengið að þróast og þroskast. Og þetta sem að við. Þetta akkurat gott dæmi það að við veit að hafa menn farið í málþóf og það kannski má segja eðlilegu partur af svona þingstörfum en manni finnst þá meiri bragur af því að það sé þá eitthvað að menn þurfi þá að reyna eitthvað á sig með því eins og til dæmis að málþófs aðferðin sem var hægt að beita gekk út á að menn höfðu takmarkan fjölda ræða en ef þú gafst staðið uppréttur í hálfa sólarhring skilur sem var með sterkustu þvagblöðruna já, hann vann en það svona ekki það ég sé að mæla slíku bót en manni finnst þó allavega einhver meiri bragur af slíku málþófi þetta þekkist hvergi löndunum í kringum okkur þetta bara í Bandaríkjunum og þar þetta akkurat þannig það er reynd að hemja þetta svolítið þeir hafa reynd að hemja þetta þykir ekki við hæfi þetta þykir málþóf ekki við hæfi Það alveg á hreinu En ef við erum að ráði í það hvernig andinn verður í þinginu í vetur þá til dæmis þessi krafa fund í utanríkismálanefnd út af hingakomu Úrsölu von der Leyen ber svolítið svona sömu merki þar sem haldið fram að þetta boð til hennar þeir voru ekki að gagnrýna afstöðu hennar til þjóðarmálsins á Gaza sem kannski var full ástæða til að gera heldur var þetta var einhver limskuleg leið ríkisstjórnarinnar til þess að tróða okkur inn í Evrópusambandið gegn vilja þjóðarinnar. Þetta svona dæmi einhverja svona furðulega samsæriskenningu að
í gegnum þessa hingað komu, þá væru við einhvern veginn komin lengra inn í Evrópusambandið en fyrir helgi. Ég held að það sé bara til marks að menn ætla að stökkva á allt í þessu Evrópusambandsmáli og þú veist, skiljanlega af stjórnarandstöðu að vera sko. En það er náttúrulega margt í þeirri umræðu svona seinustu daga sem er mjög furðulegt. Eins og þessi umræða hvort að umsóknin sé í gildi eða ekki, sem er alveg sko bara alveg hryllilega fyndin umræða því að sko, umsóknin hefur aldrei verið dregin tilbaka og það hefur enginn geta sýnt fram á hvar hún hefur þá verið dregin tilbaka því að þetta eina gagn sem er opinbert er sem sagt bréf sem var sendt þar sem hún var einfaldlega ekki dregin tilbaka. Og Evrópusambandið hefur sagt eiginlega næstu og hverju ári síðan að það lítur svo á að umsóknin sé gild. Já sko, við erum ekki candidate state og eina efnislegi þátturinn í því hvort að umsóknin sé sko gildið ekki felur bara í sér hvernig Evrópusambandið ætlar sér sko í sínu innra starfi að meðhöndla beiðni ef hún kæmi fram frá íslensku stjórnvöldum að taka upp þráðinn. Þá er þetta bara svona eitthvað innra mál hjá þeim hvernig þeir svara þeirri beiðni. Eða hverjir þurfa svarinu og í gegnum hvað feril þurfa að fara og þannig að það er rauninni kannski ekki mál okkar hvernig Evrópusambandi lítur svo á og í þessu bréfi er sko eina efnisgreinin hún segir, hún lýsir því hvað okkur finnst að Evrópusambandið eigi að álíta stöðu Íslands sem sko kandidatsríki. Og það er ekki farið fram á neitt, við bara lýsum því yfir okkur finnist að þeir eigi að álíta þetta. Og viðtakandi bréfsins er bara, ok, það er engin beiðni neitt. Allir hafa skoðun. Já, og ok, ég meina við förum ekki fram á neitt í bréfinu, annað en bara segja þeim að okkur finnist þetta. Það stendur ekki sko hér með afturköllu við umsóknina eða neitt slíkt sko. Þannig að Evrópusambandið bara ákveður það sjálft hvernig það lítur á stöðu Íslands ef til þess kemur að Íslands stjórnvöld senda beiðni að taka upp málið og það hafa Íslands stjórnvöld og allir íslenskir stjórnmálaflokkar sagt að verði ekki gert nema undangenginni þjóðaratkvæðagreiðslu. Þannig að þetta er alveg furðuleg deila þennan anga málsins. Og svo er það hitt sem ég held að sé ákveðin misskilningur fólkin í að hún kemur einkum og sér í lagi í tengslum við aukið samstarfi öryggis- og varnarmálum sem að Evrópusambandið er svona að halda utanum. Það máli tilkomið af því að Evrópa er að taka varnirnar í eigin hendur eins og við nefndum hér áðan. Evrópa er bara vopnvæða sem aldrei fyrr í veraldarsögunni. Þetta er bara með ólíkindum hvað á að vopnvæðast mikið sko. Og þannig að Evrópa ætlar ekki lengur að treysta á Bandaríkin í sama mæli og áður hefur verið gert. Þetta kallar á bara grundvallarbreytingu í öryggis- og varnarmálum álfunnar. Evrópusambandið er að taka þetta inn til sín og er að gera svona samstarfsbandalagssamninga við nágranna ríki sín, eins og Noreg, Bretland og núna við Ísland. Og Kanada reyndar. Kanada, já, með einhverjum aðeins öðrum hætti ef ég skil það rétt. Og þeir sem eru andvígir því að Ísland gangi í Evrópusambandið ættu að fagna þessu samkomulagi. Því að við þessar breytingar í öryggis- og varnarumhverfi Evrópu verður þetta sama þörf á Íslandi eins og í öðrum Evrópuríkjum að taka þátt í varnarsamstarfi Evrópuríkja, þess svæði sem við tilheyrum. Og ef það er hægt að gera það á þess að ganga alla leiðin í Evrópusambandið, nú þá dregur það úr þörfinni að ganga í bandalagið að vera í slíku öryggissamstarfi. Evrópska öryggissambandinu. Já, þannig að ef að fólk vil ekki sjá Ísland í Evrópusambandinu, sem er bara eðlileg pólitísk skoðun, afstaða sem hver og einn getur haft og ég ger engar athugasemd við slíka afstöðu,
að þá það þeim málstað til framdráttar að við fáum að taka þátt í slíku samstarfi á þess að gangi bandalagi. Þannig að ég held að þarna sé ykkur grundvallar misskilningur á ferðinni. Það eru breytingar í stjórnmálakultúr okkar heimsluta og augljóslega hann komin hingað meira sem svona þessi óvenjavæðing og það sem að það þykir bara sjálfsagt að reyna að stoppa öll mál ríkisstjórnarinnar. Já, við skulum nú sjá hvernig það verður í haust. Það eru ákveðin sem bendir til þess að það kunni að vera ástandið. Þá þarf ríkisstjórnin náttúrulega að hugsa það að hún í aðstöðu sem að aðra ríkisstjórnir hafa ekki verið í nema ég kannski ríkisstjórn Jóhönnu síðustu svona 1,5 árið. Já, þá var hún búin að missa meiri hluta. Það var mjög veikt. Þannig að þá þarf ríkisstjórnin eiginlega að hugsa það hvernig ætlar hún að vinna með fjandsamlegt þing. Já. Og fjandsamlega minni hluta á þingi. Því að hún kemst kannski ekki upp með að á haustþingi að skila jafnt litlu og hún gerði núna. Nei, hún náttúrulega ríkisstjórnin tekur bara við þarna, ég man nú ekki hvaða dag það var en eftir áramótin sko og þannig að það svolítið annað mál heldur en að koma tilbúin til Það eru mörg mál sem að hún lagði áherslu á að fara með í gegn sem hún gerði ekki og mörg mál sem að sko var engin andstaða hjá stjórnarandstöðunni að fara í gegn. Sko, mér þætti sjálfur sér ekkert slæmt sko út frá svona bara gangi Alþingis og bara svona stjórnmálafræðilegu viðhorfi til þess hvernig gott að Alþingi, hvað þing starfi, að það komist á svo hefð hér að sko umræða sé afmörkuð fyrirfram og það sé gert með einhverjum eðlilegum hætti í ákveðnu samstarfi og veittur sé eðlilegur tími til þess að öll sjónarmið geti komist fram miðað við mikilvægi mála og hvernig þau eru samsett og svo framvegis. En ef við ætlum þangað og það verði framvegis aðferðin fyrir umræður á Alþingi, að þá þarf að bæta stjórnarandstöðunni það einhvern veginn upp. Þá þurfum við að fara að setja einhverja fleiri instansa inn í þingsköpin til þess að sko svona vega upp á móti því að stjórnarandstaðan glati þessu tóli sem að málþófið sem reyndar allt og auðvelt og það eru margar leiðir til þess að gera það en það væri ekkert sérstaklega gott ef að þessi breyting myndi ganga yfir án þess að við fylgdum því eftir með svona Það geti verið til dæmis að stjórnarandstaðan fengi að leggja fram og ná í gegnum umræðu og nefndarstörf fleiri þingmál sem hafa verið skammarlega að fá. Jú, en það eitt atriði sem myndi sko færa miklu meiri ró yfir þingið og allavega ef að líkum lætur sko. Í danska þinginu það þannig að 3/4 þingmanna geta sett máli í þjóðaratkvæðagreiðslu. Þetta setur mikla ró á mál vegna þess að ef þú ætlar að æsa alla upp úr öllu valdi í einhverju máli, þá verður þú bara að standa við stóru orðin og setja máli þá í þjóðaratkvæðagreiðslu því að þú hefur þá tækifæri til þess sem minnihluti. Þannig það þýðir ekkert að æsa upp sko einhver voðaleg læti í öllum málum sem að þú ert síðan bara rekin tilbaka með í þjóðaratkvæðagreiðslu. En eins og þú veist manna best að þá þarf breyta stjórnarskránni. Það þarf að breyta stjórnarskránni, já. Og það var nú einhverja hugmyndir hérna. Ég nú að tala þetta svona til einhvers tíma, sko. Þetta hugmynd að það mætti ekki breyta stjórnarskránni en allir verður bara sammála um það og þess vegna var það einhver breytt. Já. En annað sem gerist ef við myndum gera þetta og þá það að þetta setur líka ákveðin hemil á meirihlutan, á ríkisstjórnina. En til að ná fram svona breytingu, þá þarf að vera kultúr til þess að við vera að tala saman. Já, og við erum ekki með hann. Það líklega hann líka, það eru margsebendið til þess að hann sé að bresta. Hann sé að bresta, já. Það þetta niðurbrot norma sem við höfum séð hægfara í gegnum langa tíð og núna komið að Íslands ströndum. Herðu, Eiríkur Bergmann, takk fyrir að koma hingað og ræða stjórnmál á heitu sumri. En við ætlum að halda hérna áfram við rauðaborðið. Ég ætla að slá á þráðinn til Hilmars Þórs Hilmarssonar á Akureyri og við ætlum að ræðum líka eitthvað aðeins Evrópusambatið. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube
og Facebook.